já, hérna. Halló, 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 halló. Hallå, 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 hallå.
Kæri söfnuður og ágætu útvarpshlustendur nær og fjær, Guð gefi ykkur öllum góðan dag. Við söfnumst saman í Dómkirkjunni við kveðju messu frú Agnesar M. Sigurðardóttur, biskups Íslands, en hún lætur af þjónustu innan skamms. Fyrir hönd okkar hér í Dómkirkjunni þakka ég henni fyrir samstarf og samvinnu liðina ára og ég veit að ég mæli fyrir munn okkar allra við biðjum henni Guðs blessunar í helgum steini. Að messulokinni verður lagt upp í pílagrímagöngu að Lindakirkju í Kópavogi, en þar verða kirkjudagar settir síðar í dag og munu þeir standa næstu vikuna og ná hápunkti með biskupsvígslu Guðrúnar Karls Helgudóttur 1. september næstkomandi. Ég bið pílagrímana sem ætla að ganga að safnast saman fyrir utan kirkjuna áður en gengið verður af stað hér eftir messuna og hinkra á meðan að ég reima á mig gönguskóna. En öðrum í kirkjunni boðið til kaffisamsætis í safnaðarheimilinu eftir messuna. En áður en lengra haldið skulum við lesa saman upphafsbæn. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Hjálp vor kemur frá drottni. Drottin, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn, þú drottin Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottin, heyrð þú lofgjörð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen.
Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Dýrð sé Guði í upphæðum. Drottinn sé með yður. Og með þínum anda. Biðjum, Guð sem elskar, þú sem sér eymd og neyð okkar mannanna og sendir son þinn til þess að þjóna okkur í kærleika. Hjálpa þú okkur að líkjast honum, gefð okkur góðvild og miskunnsemi, svo að við göngum ekki fram hjá þeim sem þarnast hjálpar okkar. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, eitt sannur Guð aldir alda. Lexía þessa Drottinsdags, sem 13. sunnudagur eftir þrenningarhátíð, úr annarri krónikubók. Ísraelsmenn fluttu í útlegð 200.000 ættmenni sín, konur, syni og dætur. Þeir tóku einnig mikið herfang af þeim og fluttu það til Samaríu. Þar bjó spámaður Drottins að nafni Ódeð. Hann gekk á móti hernum sem var að koma heim til Samaríu og sagði: Drottinn Guð feðra ykkar reiddist Júda. Þess vegna hefur hann selt þá ykkur í hendur. En þið hafið fellt þá á þeirri heift sem hrópar til himins. Nú ætlið þið að kúga Júdamenn og íbúa Jerúsalem með því að gera þá að þrælum ykkar og ambáttum. En eru þið sjálfur ekki orðnir sekir gagnvart Drottni Guði ykkar? Hlustið nú á mig. Sendið aftur fangana sem þið hafið tekið á ættbræðrum ykkar, því að annars vofir brennandi reiði Drottins yfir ykkur. Og þá skildu stríðsmennirnir fangana og herfangið eftir frammi fyrir leiðtogunum og öllum söfnuðunum. Síðan gengu þeir menn fram sem höfðu verið valdir til þess með nafnakalli og tóku fangana að sér. Þeir klæddu þá sem voru naktir, gáfu þeim klæði og skó af herfanginu, gáfu þeim að eta og drekka og smurðu þá smyrslum. Því næst fluttu þeir alla sem ekki gátu gengið á östnum til Jeríkó, pálma borgarinnar, til ættbræðra þeirra og sneru síðan aftur heim til Samaríu. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og pistillinn úr fyrra Korintubréfi. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi, en spádómsgáfur þær munu líða undir lok, og tungur þær munu þagna, og þekking hún mun líða undir lok, því að þekking vor í mólum, og spádómur vor í mólum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem í mólum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapinn. Nú sjáum vér, svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum vér sjá augliti til auglitis.
Nú þekking mín í molum, en þá mun ég gjörþekkja eins og ég sjálfur gjörþekktur orðinn. En nú varir trú, von og kærleikur, þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Guðspjallið skrifar Guðspjallamaðurinn Jóhannes. Nú kölluðu þeir í annað sinn á manninn sem blindur hafði verið og sögðu við hann: Gef þú Guði dýrðina, við vitum að þessi maður syndari. Hann svaraði: Ekki veit ég hvort hann syndari, en eitt veit ég, að ég sem var blindur nú sjáandi. Þá sögðu þeir við hann: Hvað gerði hann við þig? Hvernig opnaði hann augu þín? Hann svaraði þeim: Ég búinn að segja ykkur það og þið hlustuðuð ekki á það. Hví viljið þið heyra það aftur? Viljið þið líka verða lærisveinar hans? Þeir aðyrtu hann og sögðu: Þú ert lærisveinn hans. Við erum lærisveinar Móse. Við vitum að Guð talaði við Móse, en við vitum ekki hvaðan þessi maður Maðurinn svaraði þeim: Þetta furðulegt, að þið vitið ekki hvaðan hann og þó opnaði hann augu mín. Við vitum að Guð heyrir ekki bænir syndara. Hann bænheyrir hvern þann sem guðrækinn og fer að Guðs vilja. Frá aldaöðli hefur ekki heyrst að nokkur hafi gert hann sjáandi sem blindur var borinn. Ef þessi maður væri ekki frá Guði, gæti hann ekkert gert. Þeir svöruðu honum: Þú ert syndum vafinn frá fæðingu og ætlar að kenna okkur. Og þeir ráku hann út. Jesús heyrði að þeir hefðu rekið hann út. Hann fann hann og sagði við hann: Trúir þú á mannssoninn? Hinn svaraði: Herra, hver sá að ég megi trúa á hann? Jesús sagði við hann: Þú hefur séð hann. Hann sá sem nú að tala við þig. En hann sagði: Ég trúi Drottinn, og féll fram fyrir honum. Jesús sagði: Til dóms ég komin í þennan heim, til þess að blindir sjái og sjáandi verði blindir. Þetta heyrðu þeir farisear sem með honum voru og spurðu: Erum við þá líka blindir? Jesús sagði við þá: Ef þið væruð blindir, væruð þið án sakar. En nú segist þið vera sjáandi, því varir sök ykkar. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall.
Játum trúna með orðum postulegu trúarjátningarinnar. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Við skulum biðja, vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði Föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Í næsta mánuði verða liðin 43 ár frá því 4 ungir guðfræðingar
stóðu frammi fyrir altarinu hér í Dómkirkjunni og játuðu því fyrir Sigurbirni Einarssyni biskupi að prédika Guðs orð hreint og ómengað og veita hin heilögu sakramenti, að uppfræða með kostgæfni æskulíðin og söfnuðinn allan í heilögum sannindum kristinnar trúar. Fleira var einnig tiltekið, svo sem að vera öðrum til fyrirmyndar og styrktar í sannri trú og grandvöru líferni Guði til lofs og dýrðar. Við sögðum já við miklu og hafi okkur ekki verið ljóst á þeirri stundu að engin mannvera er fullkomin og gerir allt rétt, þá lærðum við það fljótlega að ekki er mögulegt að vera prestur nema að treysta því að með okkur gengur sá Guð sem Jesús birti og boðaði og leiðbeinir, hvetur og styrkir. Þetta var í fyrsta skipti í sögu þjóðkirkjunnar sem jafnmargir karlar og konur vígðust í sömu athöfninni. Við vorum 2 konurnar og þeir 2 karlarnir. Síðan er liðin heil starfsævi. Mín hófst með því að vera æskulisfulltrúi þjóðkirkjunnar, en samkvæmt lögum skyldi sá fulltrúi vera vígður maður, eins og stóð í lögunum. Nýr biskup tók við sama leyti, Pétur Sigurgeirsson, og hann ákvað að við sem vorum brauðurlaus, eins og sérþjónustuprestarnir voru kallaðir í þá daga, skildum tengjast kirkjum. Við yrðum að hafa altari og prédikunarstóla á ákveðnum stöðum. Æskulýðsfulltrúin var tengdur Dómkirkjunni og auk reglulegs helgihalds hér sinnti ég barnastarfinu 4 ára skeið. Mér finnst því ánægjulegt að enda þar sem ég byrjaði með þjónustu hér í Dómkirkjunni. Ég vil þakka dómkórnum, organistum, prestum, sóknarnefndinni, kirkjuvörðum og konunum í kvenfélaginu fyrir samstarfi þá og nú. Þið eru dýrmæt og án ykkar myndi starfið og þjónustan hér í kirkjunni ekki geta gengið. Í dag er dagur kærleiksþjónustunnar í kirkjunni. Kirkjan hefur alla tíð sinnt kærleiksþjónustu. Í stórum söfnuðum eru það djáknar sem sinna sérstaklega þessari þjónustu, en í minni söfnuðum prestar eða annað starfsfólk. Á heimasíðu þjóðkirkjunnar segir að orðið kærleiksþjónusta sé notað yfir það sem við köllum stundum náunga kærleika. Allir geta hjálpað fólki sem þarfnast aðstoðar eða félagsskapar, en kirkjan hefur skipulagt starf á þessu sviði. Í raun má segja að kærleiksþjónusta sé rauði þráðurinn í starfi kirkjunnar og að hún leitist við í öllu starfi sínu. Þessari þjónustu er bæði sinnt innanlands og utan. Þar segir einnig að kirkjan sinni kærleiksþjónustu sem leitast við að rjúfa einangrun, skapa samfélag, annast fræðslu, lina þjáningar og glæða von. Kærleiksþjónustan byggir á afstöðu Jesú Krists til sköpunarverksins sem birtist meðal annars í sögunum miskunnsama samverjan og þjónshlutverki Krists. Í biskupstíð minni hef ég sýnt ýmsum verkefnum en mest vænt þykir mér að hafa stuðlað að því að skjólið komst á laggirnar. Eftir heimsókn í lúterska kirkju í Boston, þar sem hluta af safnaðarheimilinu var breytt í skjól fyrir heimilislausa, ákvað ég að kirkjan mín liti til þeirra mörgu sem eru í sambærilegum aðstæðum. Ég hugsaði, enginn getur hjálpað öllum, en allir geta hjálpað einhverju. Eftir samtal við marga aðila á sviði velferðarmála var niðurstaðan að setja á fót dagvist fyrir konur sem ættu ekki í öruggt hús að venda á daginn. Ég þakka einnig félögum mínum í kirkjuráði sem studdu verkefnið og samþykktu að veita fé til þess. Skjólið er nú rekið undir verndarvæng hjálparstarfs kirkjunnar og einstakar konur hafa valist þar til starfa. Skjólið er opið hús fyrir konur sem glíma við heimilisleysi, búa við óöruggar aðstæður eða eru nýkomnar í búsetuúrræði eftir heimilisleysi. Skjólin er ætlað að vera öruggur samastaður sem konurnar geta sótt að deginum til. Unnið er eftir skaðaminnkandi hugmyndafræði og er starf skjólsins þróað og mótað með þeim konum sem það sækja.
Starfskonurnar nota aðferðir sem Kristur benti okkur á að mæta þeim sem á vegi okkar verða á þeirra forsendum. Ég hef fengið góð orð og góðar fréttir af nokkrum þeirra kvenna sem segja að skjólið hafi bjargað lífi þeirra og bjargað þeim til betra lífs og ég þakka Guði fyrir það. Í dag heyrðum við sögu af því þegar Jesús mætti manni í neyð. Sá maður var blindur við fæðingu. Jesús gaf honum sjónina. Jesús vann miskunnarverk á þessum manni. En þessari lækningu fylgdi mikið fjaðrafok. Farísearnir sem lögðu sig fram að lifa samkvæmt vilja Guðs eins og þeir skilgreindu hann, töldu Jesú vera syndara sem ekki væri markátakandi og skildu ekkert í því að hann hefði læknað mannin. Þeir skildu ekki og trúðu ekki þessum Jesú frá Nasaret og tóku mannin og reyndar foreldra hans einnig tali. Allt orkar tvímælis þá gert er. Eins og faríseunum líkaði ekki það sem þeir sáu og heyrðu, líkar ekki öllum nú til dags allt sem gert er og sagt. Þau sem hafa verið valin til að gæta hagsmuna fjöldans verða oft að taka af skarið. En þar sem við búum í lýðræðislandi fáum við að leggja til málana og fyrir kemur að það hefur töluverð áhrif á ákvarðanatökuna. Fólk tekst á stefnur og strauma en kemst að lokum að niðurstöðu fyrir sjálft sig. Blindi maðurinn vissi ekki í upphafi hver það var sem læknaði hann, en hann sannfærðist að Jesús væri sá sem hann sagðist vera eftir samtal við hann og ákvað að fylgja honum. Lífsreynslan hefur áhrif á okkur og okkar skoðanir og hugsun. Öll reynsla hefur áhrif og í dag hefur fólk á orði að það sé það sem það er vegna reynslu sinnar. Mikil gerjun á sér stað í starfi þjóðkirkjunnar. Guðfræðin mótar starfið sem fer að mestu leyti fram í söfnuðum landsins. Hlutverk kirkjunnar á öllum tímum er að boða kristna trú í orði og í verki. Dagurinn í dag, kærleiksþjónustu dagurinn, minnir okkur á að láta verkin tala. Í dag verða kirkjudagar settir en þeir voru síðast haldnir árið 2005. Fjölbreytt dagskrá er alla vikuna framundan. Dagskráin endurspeglar starf kirkjunnar og á hverju það byggir. Það verða málstofur sálgæslu, umhverfismál, alfanámskeið, guðfræði, kirkjutónlist, helgihald og margt fleira. Einnig taka erlendir fulltrúar þátt í kirkjudögunum sem og í biskupsvígslunni eftir eina viku. Hápunkturinn er kannski á föstudaginn þegar afhending Liljunar fer fram, en það eru tónlistarverðlaun þjóðkirkjunnar. Í ár verða þau veitt kirkjukórsfólki land allt sem sungið hefur í kirkjukór í 30 ár eða lengur. Á laugardaginn verður svo fjölbreytt dagskrá fyrir börnin, en á hverju kvöldi endar dagskráin á ýmsu sem höfðar til unga fólksins. Búið er að lesa inn megnið af bókum Biblíunnar og verða valdir kaflar lesnir á laugardaginn. Yfirskrift kirkjudagana er tekin úr fjallræðinu, nánar tiltekið úr sæluboðunum. Sælir eru friðflytjendur og verður fjallað frið og hvað það er að vera friðflytjandi. Sögur Biblíunnar segja okkur frá reynslu fólks sem lifði hér á jörð fyrir langa löngu. Þær eru þess eðlis að þær eiga alltaf við því manneðlið er samt við sig. Þær tala inn í aðstæður fólks í dag sem glímir við margs konar áskoranir lífsins. Sagan blindamannin sem fékk sjónina segir okkur að þrátt fyrir úrtölur eins og farísearnir viðhöfðu er miskunn Guðs ekki langt undan. Jesús vann miskunnarverk á blindamanninum og það gerir hann enn í dag. Það geta fjölmargir vitnað sem tengja trúna við reynslu sína. Ég var 17 ára gömul þegar ég ákvað að verða prestur. Ég er þess fullviss að ég var kölluð til allra þeirra starfa sem ég hef gegnt innan kirkjunnar. Ég hef verið leidd í starfi mínu og þjónustu og fyrir trú hef ég oft fundið það
og reynt. Ég vil nota tækifærið og þakka prestum og djákum landsins fyrir þjónustuna í þjóðkirkjunni og samstarfið. Einnig þeim fjölmörgu land allt sem þjóna kirkjunni sinni af alúð í margvíslegri þjónustu. Þau eru mörg sem fá greitt fyrir þjónustu sína en miklu fleiri sem fá það ekki, að minnstakosti ekki í launum. Kirkjan býr yfir miklum mannauði, Guði sé þakkir fyrir það. Þjóðkirkjan hefur 5 sérþjónustupresta á sínum vegum. Þeir þjóna sérstaklega þeim sem koma erlendis frá, þeim sem eru fatlaðir, eru heyrnarlausir, dvelja á sjúkrahúsum eða starfa þar og þeim sem sitja í fangelsi. Þjóðkirkjan þjónar öllum hvort sem viðkomandi er skráður í þjóðkirkjuna eða ekki. Kærleiksþjónustan horfir til orðanna í Matteusar Guðspjalli þar sem Jesús segir: allt sem þér gerðuð einum minna minnstu bræðra, það hafið þér gert mér. Samstarfsfólki mín á biskupsstofu þakka ég trú á þjónustu og þeim vígslubiskupum sem þjónað hafa með mér á þessum 12 árum og þakka ég núverandi vígslubiskupum í Skálholti og Hólum fyrir að vera með mér hér í dag. Ég bið þess að hér eftir sem hingað til megi kristin trú og kristin siður áfram heyrast og sjást í verki hér á okkar landi elds og ísa. Efumst ekki miskunn Guðs og treystum kærleika hans, því kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Þér sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi og verður aldir alda. Amen. Þakki postulegri kveðju. Náðin Drottins og Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda, sé með yður öllum. Amen.
Drottinn Guð himneski Faðir, þig heiðrum vér og tignum þitt heilaga nafn. Heyr bænir vorar þegar söfnuður þinn lítur þér, biður og þakkar fyrir allt það sem þegið hefur verið úr hendi þinni, fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Vér felum þér kirkju þína víða veröld og öll þau sem útbreiða ríki þitt. Vér minnumst kirkjulandsvors, biskupa, presta, allra starfsmanna og safnaða og byggjum að orð þitt sé allstaðar lifandi og virt börnum þínum til blessunar. Og sérstaklega þökkum við þér fyrir biskupstjónustu frú Agnesar M. Sigurðardóttur og byggjum henni blessunar og farsældar. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Vér felum þér landvort og þjóð og byggjum leiðsögn þeim til handa sem vandastörfum gegna í almannaþágu. Blessa forsetann, ríkisstjórn, löggjafarþing og dómstóla. Lát frið og einingu ríkja meðal þjóða, sáttfýsi með skilningi móta viðhorf vor, fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Vér felum þér sjúka og vanheila, sorgmætt og þau sem áhyggjur þjaka. Vitja þeirra og bæt úr hverju böli, fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Vér felum þér heimili vor og fjölskyldur. Lát helgan anda þinn göfga dagfar í önnum og hvíld, í gleði og raun. Leið hvert barn til þroska, hvert ungmenni til trúar á þig, fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Vér felum þér líf vort og starf og byggjum þess að vér megum vinna ljóssins verk meðan dagur og getum örugg staðið frammi fyrir þér ævinni líkur. Vér minnumst þeirra sem sofnuð eru, þau hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi þeim. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Játum syndir vorar og lifum í kærleika og sátt við alla menn. Ég játa fyrir þér, almáttugi Guð, skapari minn og lausnari, að ég hef margvíslega syndgað í hugsunum, orðum og gjörðum. Fyrirgef mér sakir miskunnar þinnar og leið mig til eilífs lífs, til dýrðar nafni þínu. Almáttugur Guð, fyrirgefi yður allar syndir, styrki yður og leiði til eilífs lífs, fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen. Friður Drottins sé með yður. Drottinn sé með yður. Og með þínum anda. Lyftum hjörtum vorum til himins. Veljum þau til Drottins. Látum oss þakka Drottni Guði vorum. Sannlega það maklegt og réttvíst, skyldugt og mjög hjálpsamlegt,
að við alla daga og á öllum stöðum lofum þig og þökkum þér. Þú heilagi drottinn, almáttugi Faðir og eilífi Guð, fyrir Jesú Krist vor drottinn. Hann hið lifandi brauð, niðursteig frá himni og gefur heiminum líf. Þann mun aldrei hungra til hans kemur, og þann aldrei þyrsta á hann trúir. Þess vegna með englunum og höfuð englunum, með tignunum og drottin völdunum, sömuleiðis ásamt öllum himneskum hirsveitum, lofum vér þitt heilaga nafn, óaflátanlega segjandi. Heilagur, heilagur, heilagur þú, drottinn Guð allsherjar. Himnarnir og jörðin fullar dýrð þinni. Hósíanna í upphæðum, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Hósíanna í upphæðum. Sannlega ert þú heilagur, drottinn, og með réttu lofar þig allt sem þú hefur skapað. Þú hefur lífgað allt og helgað með heilugum anda þínum fyrir Jesú Krist, drottinn vor, sem tók ásmynd, lægði sjálfan sig og var mönnum líkur og hlýðinn allt til dauða á krossi og keypti þér eignarlíð sem þjónar þér og býður sig fram þér að lifandi, heilagri og þóknanlegri fórn. Vér biðjum þig auðmjóklega, miskunnsami Faðir. Veit viðtökur lofgjörarfórn vorri og gef að þessar gjafir þínar, brauð og vín, verði oss sem blessaði líkami og blóð sonar þíns eftir heilugu boði hans. Því á þeirri nóttu sem hann svikinn var, tók hann brauðið, gjörði þér þakkir, braut það og gaf sínum lærisveinum og sagði: Takið og etið, þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefinn. Gjörið þetta í mína minningu. Sömuleiðis eftir kvöldmáltíðina tók hann kaleikinn, gjörði þér þakkir, gaf þeim hann og sagði: Drekkið allir hér af, þetta er kaleikurins nýja sáttmála í mínu blóði, sem fyrir yður er úthellt til fyrirgefningar syndanna. Gjörið þetta, svo oft sem þér drekkið, í mína minningu. Þess vegna minnumst við með tilbeiðslu vorri að hann elskaði oss og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir oss, sigraði dauðan í upprisi sinni og er allt vald gefið á himni og á jörðu. Við berum fram þetta heilaga brauð eilífs lífs og þennan kaleik eilífs hjálpræðis og færum þér þakkir fyrir hina einu algjöru fórn hans, hina lifandi von eilífs lífs í samfélagi þinna heilugu og fyrirheit endurkomu hans í mætti og dýrð. Við biðjum þig, send oss þinn heilaga anda og sameina oss í staðfastri trú og kærleika fyrir son þinn Jesú Krist, drottinn vorn. Fyrir hann, með honum og í honum sé þér, almáttugi Faðir, í einingu heilags anda, heiður og dýrð, í heilagri kirkjunni, allir alda. Amen. Biðjum svo sem drottinn kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, því að þitt oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu.
Amen. Samfélag líkama Krists og svo bikar blessunarinnar sem við blessum er samfélag blóð Krists. Gjöri svo vel, allt er til reiðu. Blóð Krists, bikar lífsins. Blóð Krists, bikar lífsins. Blóð Krists, bikar lífsins. Blóð Krists, bikar lífsins. Blóð Krists, bikar lífsins.
Blóð Krists. Blóð Krists. Blóð Krists. Blóð Krists.
Jesús Kristur, hinn krossfesti og upprisni drottinu voru frelsari, varðveiti oss í samfélagi við sig í lifandi trú til eilífs lífs. Hans náð og friður sé með oss. Amen. Biðjum. Við þökkum þér almátt í eilífi Guð, að þú hefur mettað oss þessari hjálpsamlegu gjöf. Við biðjum þig að þú að miskunn þinni, látir hana verða til að styrkja trú vora á þig og gera oss brennandi í kærleikanum hvert til annars. Fyrir son þinn Jesú Krist drottinn vor, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Drottni sé vexend og þakka gjörð. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig